þig núna. Bíddu, you're live. Já. Herri, já, bara komið sæl og velkomin á aukafund í íbúðaráði miðborgar Hlíða og dagskráin fundarins í dag er uppstilling á kjörseðil hverfisins miðborgar fyrir kosningar í verkefninu Hverfið mitt sem verður í haust og það eru vonandi flest farin að þekkja þetta verkefni Hverfið mitt þar sem að íbúar setja inn hugmyndir og svo tekur við samráðsferli og svo í lokinu kosið hvaða verkefni verða framkvæmt. Og núna erum við í búið að íbúar hafa sent inn hugmyndir og það hefur farið fram svona ákveðið ferli og núna erum við komin í það ferli að velja tækar hugmyndir sem voru tækar í kosningu sem verða svo kjörseðlinum í haust. Og þetta er liður í þessu samráðsferli og það hefur verið ákveðið að kalla þetta uppstillingu og þetta er svolítið svona ný leið sem er verið að fara núna að íbúum er gefinn kostur á að taka þátt í þessum lið. Og við erum að velja kjörseðil fyrir miðborgina núna og svo 20. maí þá verður annar svona fundur og þá erum við að fara yfir hugmyndir í Hlíðahverfinu. Og ég heiti Margrét og er formaður íbúðaráðs miðborgar Hlíða og við erum komin öll sem erum í íbúðaráðinu á fjarfund og svo er gestur á fundinum hann Arnar Guðmundsson sem er formaður íbúðasamtaka miðborgar og Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir og Eiríkur Búi Halldórsson sem eru frá verkefninu eða starfsmenn verkefnisins Hverfið mitt. Og fundurinn er sendur út live á YouTube. Það er hlekkur inn á fundin, það er viðburður inn á Facebook og hann leiðir ykkur í útsendingun á YouTube. Og við bara hvetjum ykkur eindregið til að láta fólk vita af því að þessi kosning sé í gangi núna milli klukkan 5 og 7. Það komu ótrúlega margar flottar hugmyndir inn í verkefnið og eins og bara fyrri ár en það voru öll þáttakumöt slegin núna og það er bara frábært að fólk sýni nærsamfélaginu sínu hverfinu svona mikinn áhuga. Það komu inn 141 hugmynd inn í miðborgina og á endanum verða 25 hugmyndir í kosningu sem verður í haust. Og miðborgin hefur 67 milljónir til ráðstöfunar í verkefni og markmiðið er að bæta samfélagið okkar og gera það skemmtilegra. Og í þessari útsendingu núna á þessum fundi þá verður kynning á Hverfið mitt og það verður farið yfir hugmyndina sem valið stendur og eins og ég sagði áðan þá er þetta nýtt að valið sé opið öllum þannig að það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig þessi tilraun kemur út og vonandi taka sem flest þátt í henni. Og það er hægt á meðan á fundinum stendur að senda fyrirspurnir á netfangi hverfimitt@reykjavik.is eða setja inn, eða var náttúrulega upphaflega átti þetta að vera á Facebook og þar væri hægt að setja inn athugasemdir í komment hjá útsendingunni. Er hægt að setja komment á YouTube? Hvað segir þið Eiríkur og Sigurlaug? Já, það er líka hægt. Það er líka hægt, þannig að þið getið gert það líka og er ekki hægt að skrifa inn í eventin á Facebook, getur fólk ekki gert það eða þyrfti? Já, við erum að posta núna hlekk á streymi þannig að það verður kommentið þar undir sem við erum að horfa á, það er hægt ít og go to link, við erum að búa til líka á Facebook post þar sem við skoðum kommentin. Síðan er líka hægt að senda post á Hverfið mitt @reykjavik.is ef einhver er ekki með Facebook eða YouTube. Já, þannig að ef fólk hefur einhverja spurningar varðandi verkefnið eða bara varðandi kosninguna eða hugmyndinar eða hvað sem er þá er hægt að koma þeim á framfæri og þau eru að fylgjast með og ætla að reyna að grípa þessar spurningar. En þau Eiríkur og Sigurlaug þau stýra sem funda mestu og eru þið búin að opna fyrir uppstillinguna? Við erum að opna fyrir hana bara. Þau eru að opna fyrir uppstillinguna núna. Já. Þannig að það verður hægt að taka þátt í valinu milli 5 og 7 og ég ætla bara að biðja, hvað segirðu? Það er búið að opna fyrir þetta núna. Glæsilegt. Og maður þarf bara að skrá sig með rafrænum skilríkjum, er það ekki? Jú, það er rafræn skilríki inn á þessa síðu til að taka þátt. Já, og ég bara gef þér boltan til þín, Eiríkur, verkefnastjóri verkefnisins Hverfið mitt og biðja að taka við og kynna verkefnið
útskýra hvernig fólk á að bera sig af við valið og fara yfir líka hugmyndirnar Já. sem ræðir. Gjörðu svo vel. Ég ætla að deila hér skjánum. PowerPoint. Já. Má ég spyrja bara að við förum að stað, bara örstutt. Já. Hvernig viðmótið eins og að blasi við fólki út í hverfunum? Þetta YouTube í beinni útsendingu eða? Já, þetta svona að við vorum að posta YouTube-læknum inn á Facebookið. Þannig að ég get sýnt bara tvær leiðir eldsnögt kannski. Þú mættir að sýna okkur þetta allavega mér og ég veit að Dilja er líka ekkert alltaf með alla hluti á hreinu. Nei, ég alveg til í það. Þetta er smá, við erum að gera þetta í YouTube núna sem smá öðruvísi. Þannig að skoðum þetta bara hér. Allt gott að vera nú svona á hreinu. Það er hérna. Sést núna. Já, hérna eins og við sjáum þá hérna go to link hérna og það er líka sem sagt þessi hérna hlekkur hverju mitt og hérna er YouTube streamið sem var nýlega komið í gang. Já, hérna sjáum við öll. Og 6 að fylgjast með, það ég og nei, hver það? Þetta er alltaf fjölga, fólk að detta inn, fólk á seint og svona fundi og það er bara allt í lagi, við tökum því alveg. Og hérna er síðan, uppsetningar síðan, ég fyrir betur yfir hana á eftir, eins og við sjáum. Það er slóðin hér, hún er í Facebook-vefinu líka, á YouTube-streaminu og búin að posta henni, já, og síðan er hún líka hérna á síðu Reykjavíkurborgar. Þá er það bara yfir í kynninguna, núna. Ef mér tekst, já hérna, stopp sharing fyrst. Tæknir að stríða manni, kemur fyrir. Já. Ég ætla að byrja að fara svona aðeins yfir hverju mitt. Fyrir þá sem að ég vonandi öll farin að þekkja, sérstaklega þeir náttúrulega íbúar sem þekkja það. En hverju mitt er samráðsverkefni íbúa stjórnsýsluborgarinnar og þar gefst íbúum kostur að hafa áhrif á sitt nánustu umhverfi með því að senda inn hugmyndir af nýjum og smærri verkefnum í öllum hverfum Reykjavíkurborgar. Samráðsverkefni snýst í grunninn að forgangsraða fjármunum til ákveðinna verkefna. Og hugmyndin er að virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og ákvarðanatöku. Heildarupphæð sem kosið verður næsta haust í Reykjavík allri er 850 milljónir. Fjármagn er skipt á milli hverfa að hluta til jafnt en einnig eftir íbúafjölda. Miðborgin hefur 67 milljónir til ráðstöfunar og já, eins og áður hefur komið fram. Þetta verkefni byrjaði 2012 og þetta er 9. skipti sem þetta fer fram núna. Hugmyndasöfnunin fór fram á hverfumitt.is og hófst í nóvember á síðasta ári og lauk þann 20. janúar síðastliðinn. Það komu 1320 hugmyndir inn í Reykjavík allri og yfir 100 hugmyndir í miðborginni. Það hefur verið mikið verk að lesa yfir allar þær hugmyndir og rýna þær með þau augum að finna út hverjar á þeim samræmast reglum verkefnisins og eru framkvæmanlegar. Við erum alltaf að þróa verkefnið og reyna að gera það betra. Við fáum athugasemdir og lærum eitthvað nýtt í hvert sinn sem við framkvæmum verkefnið. Þær breytingar sem helst ber að nefna núna er að núna er kosið annað hvert ár í stað árlega eins og áður var. Þetta gefur okkur tækifæri til að kjósa stærri framkvæmdir og einnig að fá meiri tíma í ferlið og meiri tíma fyrir samráð við bæði hugmyndahöfunda sem og íbúa í hverfunum. Öryggis- og viðhaldsverkefni hafa verið fjarlægð og er ekki lengur hlutaverkefni þar sem það er ekki talið forsvaranlegt að kjósa slík mál. Ábendingavefur Reykjavíkurborgar kom til sögunnar þar sem allir geta sett inn ábendingar öryggis- og viðhaldsverkefni sem á annað sem íbúar óska eftir að koma á framfæri. Allar þær viðhalds- og öryggishugmyndir sem komu inn fara engu síðar áfram innan borgarkerfisins
í réttan farveg, það á rétt hérna, eins og með viðhaldsverkefni, við sendum þau áfram á og sem ábendingar inn í þá vinnu sem alltaf í gangi, eins og laga gangstéttir og þess háttar. Og svo það nýtt hjá okkur að íbúar geti komið að uppstillingu kjörseðils, en það einmitt það sem við erum að fara að gera núna. Já, það sem gerist eftir að hugmyndasamningum lýkur umfangsmikið yfirferðar- og samráðsferli sem fer þannig fram að starfsfólk verkefnisins fer yfir innsendar hugmyndir og hefur samráð við sérfræðinga innan borgarkerfisins þegar metið hvort hugmyndir uppfylli reglu verkefnisins. Þetta í reglu verkefnisins í stuttu máli, en það er að sjá nánari upplýsingar reglur og skilyrði á síðu Reykjavíkurborgar. Hugmyndirnar þurfa að gera borgina betri og eiga að snúast að skapa eitthvað nýtt. Það ekki að snúast að laga það sem gamalt. Þær þurfa eiga að kosta minna en þá upphæð sem hverjum að nota og þurfa að vera framkvæmanlegar á einu ári innan tímaramma verkefnisins. Já, ástæður fyrir höfnun á hugmyndum eru margs konar. Og í miðborginni eru ýmsar hugmyndir sem snúa að lóðum eða snúa að verkefnum sem ekki á forræði borgarinnar eða á lóðum sem ekki borgarland, svo sem á ýmsum torgum eða svæði sem á forræði fagskálahafanna. Einnig var eitthvað hugmyndir sem voru í raun og stórar fyrir hverju mynd með til skipulagsbreytinga og skipulagsferli og auðvitað voru töluvert af viðhalds- og öryggisverkefnum sem við höfum náttúrulega fjarlægt eins og ég minntist á rétt áðan og við komum áfram sem ábendingum til viðkomandi sviðs innan borgarinnar. Að samskapa töluvert fjölda af hugmyndum sem snúa að svæðum eða einhverju verkefnum sem eru í ferlinu þegar á miðborginni eða áætlað á næstu misserum, til að mynda uppbygging hjólreiðastíga eða breytingar á torgum í miðborginni sem það eru nú þó nokkuð torg þar sem hafa verið í endurskoðunarferli og eru búin að fara í gegnum breytingar nýlega. Já, 5 efstu hugmyndirnar í hverju hverfi eru sjálfkrafa samþykktar og fara beint á kjörseðilinn og munu standa til boða næsta haust í kosningunni. Í ferli eru þær hugmyndir sem við erum að velja núna. Inn á síðunni eru stjörnumerktar hugmyndir, sameinaðar hugmyndir eða hugmyndir sem hefur verið örlítið breytt svo þær falli betur af reglu verkefnisins. Hver íbúi getur valið 20 hugmyndir. Það hægt að vera færri, þú þarft ekki að nota allar 20 píluna þínar. Það engin hnappur til að staðfesta eftir að hugmyndir hafa verið valdar. Leið þú ert búinn að ýta á píluna, þá ertu búinn að velja hugmynd og ef þú hættir við, vilt nota píluna þín annars staðar, þá smellur þú bara aftur á píluna og þá búinn að taka atkvæðið tilbaka. Ég vil líka taka fram að myndirnar við hugmyndirnar eru frá hugmyndahöfundum og endurspegla ekki endilega loka útgáfu. Síðan eru líka að sjá hafnaðar hugmyndir, þetta er einmitt inn á hverjumitt.is eða veljið miðborgina þar sem þessar upplýsingar eru aðgengilegar. Og ástæður fyrir höfnun er að þú velur hugmyndina og það sé fréttaveitu og sérðu ástæðuna fyrir að sú hugmynd sem var hafnað og rökstuðning fyrir því. Þetta eru efstu 5 hugmyndirnar í miðborginni sem að verða á kjörseðlinum í haust. Efsta hugmyndin var salernisaðstöðu í Hljómskálagarðinum og fyrir sér að reisa alvöru aðgengilega salernisaðstöðu í Hljómskálagarðinum. Önnur hugmynd var lifandi listaverk á steindautt Hjartartorg. Þriðja hugmyndin er færri bílastæði, fleiri hjólastæði og þetta snýr að því að fjölga reiðhjólastæði á öllum stöðum í miðborginni. Fjórða hugmyndin er að ævintýraleikvöllur í Hljómskálagarðinn og snýr að því að stækka og bæta við nýjum og fjölbreyttari leiktækjum á leikvöllin sem þarna í Hljómskálagarðinum fyrir. Sem ég verið að stækka hann og bæta við nýjungum. Síðan er 5. hugmyndin sem komast inn fullorðinsrúllur og hengirúm á leiksvæði, til dæmis í Hljómskálagarði. Já, þetta er fullorðinsrúllur og hengirúm í Hljómskálagarðin líka. Hérna er síðan dæmi uppstillingarsíðu. Þetta er dæmi frá Grafarvogsíðunni, þar að yfirferð þar er lokið og notum við hana sem dæmi. Eins og við sjáum þá eru örvar við hugmyndinar, þær eru gráar núna og eftir að maður velur hugmynd þá er hann appelsínugul, líkt ég bendi hér á og sérnir í vinstra horninu atkvæði móttekið, þú hefur notað 1 af 20 atkvæðum verið fyrir miðborgina og eins og kom fram þá þarf ekki að nota öll atkvæði og ef hættir við þá einfaldlega smettur aftur á appelsínugulu örina og hún verður grá.
og þá ertu búinn að velja. Já, síðan ætla ég núna að hefja yfirferð yfir þær hugmyndir sem að bárust inn í miðborgina. Er eitthvað spurningar núna kannski sem snúa að ferlinu? Kannski taka þær árinni fyrir yfirferðina? Eða það er eitthvað? Allir með þetta á hreinu. Já. Þá er það bara að fara yfir hugmyndirnar. Þetta er hugmynd sem snýr því að koma fyrir úti æfingatækjum í eða við hljómskálagarðinn. Þetta er sameinuð hugmynd, það voru tvær hugmyndir sem snýra að úti æfingatækjum í eða við hljómskálagarðinn. Hugmyndin heitir úti æfingasvæði hljómskálagarðinn. Næsta hugmynd ber heiti minnismerki fyrstu landnámskonuna og felur í sér að reisa styttu af Hallveigu Fróðadóttur, eiginkonu Ingólfs Arnarsonar, nálægt við styttuna Arnarhól. Þetta er líklega í nálægð þetta, ég held að staðsetningin upp á Arnarhól virki ekki með tilliti til gerlegsheits en staðsetningin ákveðin í framhaldinu og myndi liggja fyrir kosningar í grendinni við Arnarhól. Hér er hugmynd sem snýr að því að koma fyrir hjólastæðum í bílastæðahúsinu á Bergsstöðum og nýta nokkuð bílastæðin fyrir hjólagæslu. Hér er hugmynd sem felur í sér að bæta aðgengi á gatnamótum sem hvetur til þess að bílum sé, þetta er það er lýsing hér á myndinni, þetta er sem sagt snýr að því að taka af við víð og bóðadregin gatnamót og bæta þau og þetta er bæði færandi aðgerð og bætir aðgengi hjólandi og gangandi. Það er nánari útskýring á hugmyndinni hér fyrir þá sem vilja lesa það. Hér er hugmynd sem felur í sér að koma fyrir heitavatnsgosbrunn í miðbænum á Völdustað. Það er ekki komin endanleg staðsetning en þær munu í flestum tilfellum liggja fyrir þegar komið er að kosningunni í haust. Hér er hugmynd sem ber heiti nýjan stíg á Arnarhól og felur í sér að koma fyrir í stíg, það er teiknaðar á myndinni hér. Þetta væri framlenging og tenging á milli þessara tveggja stíga. Hér er hugmynd sem felur í sér að koma fyrir hjólarein hjólavísi, líkt og hér á myndinni við Eiríksgötu upp að Hallgrímskirkju. Hér er hugmynd sem ber heiti gerum útiaðstöðu við gömlu spennistöðina og þessi hugmynd yrði inn í samstarfi við Austurbæjarskóla og var áhuginn þar fyrir því að fara í samstarf með þessa hugmyndi ef hún kemist áfram. Það sem það er líka fallið listaverk hérna á þessari gömlu spennistöð sem er verkefni frá hverju mitt, gaman að segja frá því. Hér er síðan hugmynd sem ber heiti Tröll og skessur og felur í sér að koma fyrir tröllum og skessum á víðadreif miðborgina sem eru listaverk öllu líkindum unnið í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur. Það er að lesa nánari útskýringu á hugmyndinni hér frá hugmyndahöfundi. Hér er hugmynd sem heitir hleðslustæði fyrir rafhjól og rafhlaupahjól og felur í sér að koma fyrir hleðslustæðum á völdum stöðum í miðborginni. Hér er önnur sameinuð hugmynd sem ber heitið Frakkland, ekki bara enn eitt rólóin og felur í sér að útbúa almenningsrými og leikvöll við Frakkland, efst á Frakkastíg, móti veitingastæðnum Rók. Þessi hugmynd ber heitið Beturbæta almenningsgarðinn við Snorrabraut/Leifsgötu og felur í sér að beturbæta þennan almenningsgarð og planta fleiri trjám og koma fyrir líklega bekkjum líka og laga betur aðgengi. Það myndi líka vera gert í leiðinni þá.
Hinn önnur, þessi hugmynd sem heitir setja upp rólu fyrir alla aldurshópa og fyrir sér að setja upp skemmtilega fullorðinsrólu sem getur líka nýst börnum í almenningsgarði Snorrabraut. Staðsetning þessari hugmynd gæti þurft að breytast og vera á völdum stað í miðborginni. Með tilliti til hvort að sé hérna er raun og veru pláss á umræddum reit. Þetta er hérna hugmyndahöfundur hefur látið vita að en staðsetning myndi liggja fyrir kosningarnar endanleg. Hér er síðan hugmynd sem heitir endurvinnslubox fyrir tyggjó og felur í sér að setja endurvinnslubox upp á staura víða í miðborginni. Og já, þetta væri svona, það eru nánari lýsing á þessu hér frá hugmyndahöfundi í textanum. Hugmyndahöfundur vilja, ef þátttakendur vilja lesa, íbúar. Þessi hugmynd ber heitið Einarsgarður og Hljómskálagarður og felur í sér að bæta og setja lýsingu í Einarsgarð og í Hljómskálagarðinn á stöðum þar sem að það vantar. Þessi hugmynd heitir stækka hundasleppusvæði BSI og felur í sér að stækka hundasleppusvæði BSI sem er þar fyrir. Ég láta vita þar að það eru fyrirhugaðar breytingar þarna einhvern tímann á næstu misserum að það sé komin einn tímastimpil, þannig að kannski gæti þessi hugmynd færa þetta hundasvæði í framtíðinni en þetta myndi að vera stækkað og vera starf hundasvæði þangað til að þær framkvæmdir myndu fara á stað og það er líklega, það var ekki kominn tímarammi á það en bara svo að sá fyrirvari sé settur þá er þetta ekki að eilífu þetta hundasvæði. Það er örugglega gott að fá að stækka það. Þetta er líka sameinuð hugmynd og felur í sér að setja upp leiktæki á grænareitnum við Grettisgötu 30. Þetta er önnur hugmynd sem snýr einmitt líka því að bæta þetta útisvæði við Grettisgötu 30. Sameinuð þessar hugmyndir í eina. Hér er önnur hugmynd sem snýr að gosbrunnum og ber heitið Gosbrunnar og felur í sér að koma fyrir gosbrunnum í miðbænum á völdum stöðum. Hér er hugmynd sem heitir sérstaka ruslakassa, /safnkassa. Þessi hugmynd kom í gegnum póst, það er ástæðan fyrir að nafnið mitt stendur undir henni. Ég sendi hann ekki inn sjálfur, en við buðum upp á pósthugmyndir fyrir þá sem eruleikum að nota síðuna. En hugmyndin felur í sér að koma fyrir sérstökum ruslakössum fyrir sprautur og sprautunalar og það eru fyrirmyndir af slíkum ruslakössum erlendis frá. Hugmyndin er að borgin láti gera nokkur svo kassa og var hægt að eiga samtal við frú Ragnheiði á Rauða krossinum til að þjónusta þessa kassa við borgina. Þetta er í leið til að losna þessar sprautur úr umhverfinu og þetta er eitthvað sem við höfum átt samtal við hérna inn á borgarkerfinu og það var ákveðin hleypa þessu gegn þar sem þó að þessi rekstrarkostnaður þá er þetta eitthvað sem við teljum að myndi í raun og veru minnka vinnu við að tína upp svona sprautur þar sem þetta er í raun og veru vonandi að koma í veg fyrir að þetta sé alls staðar í umhverfinu, líkt og hugmyndahöfundur segir. Og staðsetningar eru ákveðnar í framhaldinu. Þessi hugmynd ber heitið útæfingarstöð á Veitatorgi og felur í sér að útbúa æfingarstöð á Veitatorg þar sem inngangur eru fyrir gangendur af bílastofusinu. Staðsetning myndi líklega að taka breytingum þar sem að hugmyndir á völdum staði miðborg nálægt Veitatorgi. Við getum ekki framkvæmt á Veitatorginu sjálfu en þetta er í nálægðinu við. Staðsetning myndi liggja fyrir kosningar. Hér er hugmynd sem heitir Ærslabelg á völdum stað í miðborginni. Þetta er líka sameinuð hugmynd, það voru tvær hugmyndir sem sneru að Ærslabelgjum, ein sem vildi hafa hann í Hljómskálagarðinum og ein bara í miðborginni. Hugmyndir felst í setja niður Ærslabelg á völdum stað í hverfinu og er aðlöguð hugmynd úr öðrum hugmyndum snúa Ærslabelgjum í hverfinu. Að ýmsu þarf að huga þegar verið er að velja staðsetningu Ærslabelgja. Við þurfum að horfa til fjarlægðar frá íbúðarhúsnæði, hávaðamengunar, aðgengis. Þetta var opið svæði borgarlandi með nóg rými og pláss fyrir belginn og því þarf svæðið að vera tiltölulega slétt, ekki halla á jarðvegum og ekki vera grýttur. Þess vegna erum við með þennan fyrirvara þannig að við getum fundið í raun og veru hendi á staðsetningu fyrir
staðsetningu fyrir hvert hverfi og sú staðsetning myndi liggja fyrir kosningarnar í haust, eins og ég áður tekið fram. Þessi hugmynd ber heitið Vistgata við Hallgrímskirkju og felur í sér að breyta umræddu svæði í Vistgötu og helluleggja. Það er hluti af þessu svæði nú þegar hellulagar og þess vegna getum við farið í þessa framkvæmd þarna. Nafninu var breytt, upprunalega hugmyndin hét, ég man ekki hvað var en það var eitthvað að lækka hraðan, en við erum að horfa á þetta sem framkvæmd sem felur í sér að útbúa Vistgötu á umræddu teiknuðu svæði. Þessi hugmynd ber heitið parkourvöllur og felur í sér að gera varanlega parkourvöll sem myndi nýta til íþróttaiðkunar og sem hreististöð ásamt því að glæða hverfið auknu mannlífi. Þetta er líka á öldum staði í miðborginni, líkt og hinar hugmyndirnar. Hér er hugmynd sem ber heitið skreytum hús með húsum og felur í sér að mála auðar hliðar húsa, vandræðalega bil milli blokka og bílastæði með húsum í gamla stíl Reykjavíkur. Já, og þetta er líka verkefni sem við myndum vinna með listasafni Reykjavíkur í framhaldinu ef þetta er kosið. Hér er hugmynd sem heitir Láta hönnun á torgum passa við veðurfar Íslands og þetta felur í raun og veru í sér að pröfa að koma fyrir einhvers konar þak á bekkjum á torgum og myndi finna einhverja leið til að hlífa vindi og myndum velja eitthvað torg fyrir kosningarna sem við myndum pröfa þessa framkvæmd. Já, síðan hér hugmynd sem heitið Miðstræti fái götulýsingu við hæfi og felur í sér að koma fyrir lágum gamaldags götuljósum í vintage stíl meðfram Miðstrætinu. Þetta er eins götuljós í vintage stíl og er að finna víðsvegar í miðborginni nú þegar. Hér er síðan hugmynd sem hefur verið áður og ber heitið Flygil í Spennistöðina og felur í sér að kaupa flygil fyrir Spennistöðina, menningar- og félagsmiðstöð miðborgar. Hér er síðan hugmynd sem ber heitið einhyrningaþema á Freyjugötu Róló og felur í sér að setja upp leiksvæði á Freyjugötu Róló með einhyrningaþema og endurnýja leiksvæði sem er fyrir á Freyjugötu Róló. Já, það er bara þemað á rólunum með einhyrningaþema. Já, þarna er hundasvæðið aftur ef við opnum til þessar. Síðan er hér vatnspóstar í miðborginni sem felur að setja upp krana með köldu vatni til að fylla á vatnsbrúsa. Þetta eru bara eins og má finna víðsvegar og þetta felur í sér að koma fyrir svona vatnspóstum á völdum stöðum í miðborginni. Og þá er yfir hugmyndir lokið og núna er bara opið fyrir spurningar. Nöfnin eru hugmyndar. Viltu ekki bara, sér þú ekki chatti, viltu ekki bara fólk geti sett frá spurningar þar eða beðið um orðið? Jú, klálega. Er einhverjar spurningar inn á miðlunum? Nei, það hafa ekki komið spurningar. Þið voru að velta fyrir ykkur í sambandi við verðmerkingarnar á hugmyndunum. Það sem sagt hefur alltaf verið þannig að verðmerkingar fara fram fyrir kosninguna í haust, af því nú erum við að stilla upp kjörseðlinum og við förum í svona forhönnunarferli þegar uppstillingunni er lokið. Þá er svona, þær hugmyndir, þær verða þegar upp í staðið 275 hugmyndirnar sem að kosið verður í Reykjavík. Sums staðar eru 30 hugmyndir á kjörseðlinum, það fyrir eftir stærð hverfa og fjármagninu sem að liggur á bakvið það. Af því að því meira fjármagn, því fleiri hugmyndir þurfa þetta að vera. Þannig að það verklega er að því að potturinn sem er núna í uppstillingarferlinu, hann er það stór, það er það mikil vinna að verðmerkja allar þær hugmyndir. Þannig að við höfum beðið með að verðmerkja þangað til að við höfum uppstillinguna klára og í haust þegar kosningin er, þá erum við komið með verðmerkingu á allar hugmyndir og þá getum við nátt að segja á því hvað við erum að tala um. Já. Það sem
það sem er breytt núna frá því síðast er að við erum með helmingi stærri pott, af því það er búið að breyta verkefninu þannig að nú er kosið annað hvert ár en ekki á hverju ári eins og var. Þannig að pottar 2 ára hafa verið lagðir saman og þar af leiðandi er töluvert meira fjármagn sem gefur okkur svigrúm til þess að, og við kölluðum eftir því í hugmyndasöfnunarferlinu að fólk gerðist nú svolítið stórhuga og við kölluðum eftir stærri hugmyndum. Og það höfum við líka verið að reyna að gera þar sem við höfum sameinað hugmyndir. Það hafa kannski komið nokkrar hugmyndir bekki á veldum svæðinu hverfinu. Þá setjum við þær hugmyndir saman og reynum að gera það þá eina stærri hugmynd. Þar sem og í rauninni á bak við þessar 30 hugmyndir sem eru hér, það eru 35 hugmyndir þegar taldar eru með þar sem hafa verið sameinaðar. Þannig að við erum að reyna að gera hugmyndirnar svona aðeins veglegri af því að potturinn er stærri sem er til úthlutunar. Já, Örn, hvaða málið? Viltu spyrja Örn eitthvað? Ég er aðeins bara með nokkra svona vangaveltur, sko. Að þetta er svolítið nýtt fyrir mér, við höfum verið að filtera þetta annar staðar og þá komið svona hluti sem eru hafa áhrif á þessa tillögu sem er að eiga að fara í íbúakosningu í haust og þá til dæmis eins og eitt sem við höfum verið að skoða og margir hafa verið að breyta upp á íbúðaráði. Það er til dæmis eins og ástandið upp Njarðargötu og niður Frakkastíginn og allt þar á milli. Það er til dæmis ein hugmyndi sem er. Mér finnst engin ástæða til þess að bíða með þá svoleiðis hugmynd heldur, myndi ég vilja bara fara strax að skoða hana. Hanna, þú nefndir þetta síðasta íbúðarráðsfundi og þar síðasta og ég bara tek undir þær áhyggjur sem þar hafa verið viðraðar og finnst þetta að vera svona vettvangur til þess að taka því máli inn í íbúðarráði, skipulagsráði og framkvæmdaráði miklu frekar heldur en að fara í einhver íbúðakosningu og bíða svo að sjá hvað kemur út af því. Bara svo dæmi sem Viltu segja hvað hugmynda er sem þú ert að tala um? Þarna Vissgata fyrir framan Hallgrímskirkju. Já. Ok, ég bara segi sko, það er svona, ég bara að ræða sko þessi tæknilegu mál sem eru sko að hafa áhrif að sko eigum að bíða með þetta eða eigum að keyra þetta áfram. Ég segi við höfum ekkert að bíða með þetta, við höfum bara hent út þessari tillögu inn í íbúakosninguna og fara að vinna inn í á miklu meiri hraða og kannski á öðrum vettvangi þar sem hún fær meiri flýtimeðferð eða annað. Ég tek undir þessar áhyggjur sem hafa verið viðraðar. Þetta er bara innlegg inn í þá umræðu að breyta þessu svæði hérna í Vissgötu og bara svo sem get sagt það fyrir sjálf mig. Það finnst það áhugavert að skoða þau. Já, en ég bara nefni svona, skilur, það er svona hluti sem ætti að vera í gangi á öðrum stöðum, þar sem ætti að fljóta fljótari og betri málsmeðferð heldur en í þessari kosningu. Annað mál sem þetta líka í hug, það er til dæmis eins og En má ég bregðast við þessu aðeins? Já, ok, já. Mér langar bara að nefna það af því að hugmyndirnar sem koma frá íbúum og fólki, þær eru þeirra eign, koma svo inn í þetta verkefni og okkur ber að meðhöndla þær allar sem bara gildar hugmyndir og þær fá þennan framgang í rauninni á meðan það er ekki annað ferli í gangi. Já. Og þarna eru líka peningar sem að kosið er og eru þá til ráðstöfunar og notkunar ef að hugmyndin skyldi nú vera kosin. Þá hefst annað ferli þar sem er samstarf við hugmyndahöfunda og nærsamfélagið útfærslu á hugmyndunum. Þannig að það er þetta, ef hún er í kosin þessi hugmynd, að þá gæti þetta svona sett hana fram á dagskrá og fengi, þannig að hún fengi framgang fyrr heldur en hún annars myndi fá, af því þetta koma að fá peningar með henni. Kannski að halda hans áfram með þetta, það kom inn þó nokkuð hugmyndir núna í ár, kannski sem er breyting frá áður, það er sem snúa að umferðarbreytingum, vistgötum, einstefnum, botn og lokagötum og þess aftar. Og það er allt eitthvað sem við höldum áfram með sem ábendingar og eigum samtal við samgöngudeildina. En það er svona eins og þarna var svona smá tækifæri til þess að gera svona vistgötu, vist torg eitthvað á þessu svæði og eins og hún segir meðan það er ekkert í gangi annar staðar, þá er þetta bara leið til að henda því af stað En það er margt sem við höfnum í miðborginni sem var eitthvað sem er bara í ferli, og við bara, þetta er í gangi og
eða eru á áætlun eitthvað og þess áttar sem við erum náttúrulega, þú veist, þá erum við að hafna því í kosningu því að þetta er nú þegar í vinnslu, sko. En já, varst með aðra spurningu þannig að endilega takk orðið aftur. Nei, þetta eru svona fyrst og fremst bara vangaveltur, skilur, bara í hvað stöðu við erum að setja sjálf okkur, sko, ok, það getur vel verið, þú veist, já, einhver á þessa hugmynd, svona rétt eins og einhver á brúnan lit á veggi, skilur. Ég held bara, við þurfum ekkert að vera ég átta mig ekki alveg á hvernig þetta gengur allt saman, ok. Það er ykkar að svara því að við mögum ekki farið því að gera vistgötu þarna nema með leyfi tillöguflytjanda eða það sem laði inn þessa hugmynd. Mér finnst þetta fín hugmynd og það er bara eitthvað tæknilegt atriði. Ég sá þetta fyrir mér í hináttina að það væri tæknilega atriði væri að gera þetta gegn hraðar eftir öðrum leiðum. Síðan það svona hlutir eins og til dæmis það að fara að setja upp sem bara einhver tæki eða tól eða búnað inn á húsnæði sem er ekki í eigu borgarinnar eða er rauninni bara einkaeigu. Þannig er til dæmis eins og hugmyndum að setja flygil í húsnæði sem mér skilst það sé allavega ekki í eigu borgarinnar, væntanlega einkaeigu eða eitthvað slíkt. Þá erum við ekki farin að færa okkur inn á svæði sem við í rauninni getum ekki tekið þátt í og vera að búa til einhverja væntingar það að fólk geti kosið með einhverju svona tillögu sem stenst ekki alla skoðun svona kamerasjafnræði eða hlutverk eða skyldu og ábyrgð sveitarfélaga. Þá kannski erum ég bara velta því fyrir mér, erum við að búa til einhverja væntingar sem við getum ekki síðan uppfyllt þegar þær eru komnar inn í atkvæðagreiðsluna og hugsanlega kannski fengi, þið vinsar að það tillagan, ég veit það ekki. Þessi tillaga hún er undanþága frá reglum. Út af því að það hefur verið mikill, í fyrri 2019 verkefninu, þá var mikill vilji hjá þessu, hjá íbúum og íbúaráðinu þá, skildismér sem sagt, og við veitum það undan það út af því að það var mikill vilji fyrir að fá hana flygil, án þess að það væri fjármagn annars staðar frá, og gerðu þessa litlu undanþágu, sko, og síðan, og auðvitað er þetta, eins og segir, þetta er náttúrulega ekki, þetta er inn í spennustöðinu og þetta er aðeins öðruvísi sem flestar hugmyndir, en þá er málið, flygil kostar helling, skilur, og þannig ef þetta kemst þarna, þá erum við að finna, það sem við hugsa þetta verkefni er að gera, við viljum þóknast, skilur, borgurum hverfana, skilur, íbúum hverfana og ef þetta er svo skýr viljið þeirra að fá hana flygil, þá erum við tilbúin að hlýra okkur svona aðeins til að hlusta, sko. Þannig að það er kannski helst að svari við þessu, sko. Já. Það er eitthvað frjálega. Það voru náttúrulega ótrúlega eins og komst aðeins inn á áðan, þá voru alveg 90 hugmyndir sem voru ekki tækar í kosningu, sem er svo útskýrt á síðunni hjá, þar sem hugmyndasöfnun fór fram, þar sérðu rökstuðning með þeim. En mér er svo ótrúlega mikilvægt bara að fólk það skiptir samt máli þessar hugmyndir hafi komið fram og fengið þessa umræðu þegar sumum var náttúrulega veitt inn í einhvern ákveðinn kanal og svo er það líka bara gott fyrir okkur og fyrir íbúasamtökin að sjá þennan vilja fólks á alls konar verkefnum og framkvæmdu í hverfinu. Þannig að mér langaði bara að segja það. Og ég veit að þegar við haft sambandi þegar ekki við alla hugmyndahöfunda sem áttu hugmyndir sem voru ekki tækar. Já, það búið að hafa sambandi alla sem bæði áttu tækar og þegar við höfum saminaði alla þá var alltaf að tala um hugmyndahöfunda líka. Þannig að þessi meðverðar sem breyta. Það voru bara svo frábærar hugmyndir þarna líka sem að komist ekki inn í þessa lúppu. Já, algjörlega og það er einmitt margt sem fer ábending til ábending til skipulagsins, ábending til samgöngudeildar eða þess háttar sem fyrir ábending til Faxaflóa hafna líka. Þetta er náttúrulega og síðan er líka og sumar hugmyndir snéru á lóðum sem eru ekki Reykjavíkurborg og þar hugmyndir þá hefur við samtali að senda áfram og tölum við eigendur lóða eins og ákveðnum torgum og þess háttar. Þannig að þetta er þó að þetta sé hafna þá er þetta ekkert glemt og grafið, þetta heldur áfram innan borgarkerfisins, langflest, það er að segja. Svo getur verið eitthvað af þessu sem er sniðugt fyrir ykkur að taka upp á vettvangi íbúðaráðsins. Já. Og ég veit ekkert sem að banna það að
hugmyndirnar séu færðar inn á annan vettvang. Og við gerum það sko við hugmyndir sem að eiga bara klárlega heim einhvers staðar annars staðar, eins og bara í ábendingavefnum ef þetta er viðhald eða öryggisverkefni, þá bara vísum við því þangað og það á ekki að kjósa viðhald og öryggisverkefni, það á bara að gera það. En svo eru aðrar hugmyndir sem að kannski snúast að strætó eða Faxaflóahöfnum eða Listasöfnunum eða öðrum stöðum sem að við höfum sýnt þeim og inn í skipulagsvinnu og svona ýmislegt. En svo er eitthvað sem er bara kannski ekki á forræðinu og það er þarna hugmyndir að opna ísbúðir og allt mögulegt, kaffihús og svona, sem er ekkert sko verkefni sveitarfélags að sinna. Heldur bara þá, ég veit að í Hlíðunum er mikill áhugi á kaffihúsi, en það er þá hugmynd sem að íbúar þá taka eða, ef að íbúar getur greitt götu einhverjar svona verkefna, þá er það bara upplægt. Það eru önnur tækifæri líka eins og Sumarborgin og Hverfisjóðurinn og svona torgi biðstöð sem að er auðvitað sko svolítið auðvitað blasir við að miðborgin eigi fullt af svona litlum torgum, þannig að sem er hægt að gera útfæra skemmtilegar hugmyndir. Þannig að við viljum bara hvetja ykkur til þess að einmitt að skoða hvaða hugmyndir einmitt líka er hafnað og koma og fá ekki brautargengi og nöfn hugmyndahöfunda er þarna. Þannig að það er hægt að setja sig í samband og vinna hugmyndirnar áfram. Svo kemur alltaf hverjum mitt aftur. Það kemur alltaf aftur. En ef þið hafið ekki fleiri spurningar, þá er í rauninni það sem er að gerast núna, er að valið er að fara fram. Það er sem sagt á þessari síðu, þar sem að fólk getur tekið þátt. Og þessi fundur er í rauninni til þess að kynna verkefnið, leiðbeina notkun á síðunni og fara yfir hugmyndirnar. Þannig að ef það er ekki fleiri umræður eða spurningar, þá myndum við gera fundarhlé og koma svo aftur 7:00 þegar við lokum fyrir uppstillinguna til þess að sýna ykkur hvaða hugmyndir það eru sem að hafa verið valdar og verða þá á kjörseðlunum í haust. Sjáu þið núna hvað eru margir búin að kjósa? Nei, við getum alveg ekki séð það þegar við tökum þetta út. Já. Ég var með valið opið. Já. Og þá, ef ég vel einhverja hugmynd, þá kemur upp svona flipir sem segir mér að ég sé búin að nota núna 15 og 20 atkvæðum. Og á hvaða hnapp ýti ég svo ef ég vil senda þetta inn? Ger ég það ekkert? Ég bara merki við og svo fer ég, eða þannig? Já, í raun. Bara leið þú búin að ýta á hnappinn, þá er það bara komið. Þá er bara atkvæða móttekki. Já, ok. Takk. Já, þá er það bara... Ef það eru einhverjir sem þurfa á leiðbeiningu að halda, tæknilegri aðstoð eða slíkt, þá setjum við upp glæru núna sem inniheldur símanúmer með þar sem hægt að fá tækni aðstoð. Þar vefslóðin inn á þar sem valið fyrir fram og netfang ef ykkur vil senda okkur tölvupóst. En annars setjum við bara fundi núna, gerum við hlé á fundinum og svo komum við aftur saman klukkan bara 7:45 og svo lokum við fyrir valið og birtum niðurstöðurnar. Þannig að ef við ekki bara segja það í bili að við sjáumst það eftir. Þetta eru fleiri spurningar. Örn, varst þú með spurningar hér eða? Ég get aðeins talað við Sigurlaugu. Sko, ég svolítið bara í lausróti. Til dæmis bara svo þetta, kosningi bara milli 5 og 7 í dag eða? Já. Í miðborginni. Ég bara áttaði mig ekki alveg því. Eru margar tillögur sem koma frá starfsmönnum verkefnisins, annars vegar, áttu að vera með starfsmenn borgarinnar, því þeir eru það margir. Þessi beint frá starfsmönnum verkefnisins og okkur sem tengjumst, við sitjum í þessu ráðum sem þessi mál fara, til dæmis eins og íbúðaráð eða mannréttindaráð
sem að þetta íbúðaráða dæmi heyrir undir. Það er bara svona spurningar og svo líka annað. Var ég að misskilja eitthvað með flíil? Það var í Spennistöðun og hvað var hitt húsið? Var ekki eitthvað annað hús sem átti að setja hann í? Nei, það var reynt rætti. Þetta sem bara Spennistöðin, sko. Var þetta bara Spennistöðin? Já. Ég tók því þannig að þetta væri eitthvað annað húsnæði, þetta voru endur yfir þetta á. En já, varandi hugmyndir, sko, það eru, ég held að við starfsverkefnum sem höfum ekki sendið inn eina, sko, eina hugmyndir sem að, það er einhverja hugmyndir í mínu nafni, en það er út af því að það eru pósthugmyndir sem ég hjálpa fólki með að setja þær inn, sko. En þú komið með tölvupósti fyrir fólk sem að hafa ekki, treysti sér ekki til þess að setja það inn sjálft inn á hugmyndasöfnuna síðuna. Já. En við tökum ekki saman hverjir það eru sem eru hugmyndahöfundarnir og hvar þeir vinna eða hvað þeir gera. Því við erum jú öll líka einstaklingar og megum bara taka þátt. Nei, ég bara spurja, skilur, við bara setur þetta bara svolítið í samhengi, skilur, bara að fá upplýsingar. Já. Ég svo sem, ég get alveg sagt að ég gagnrýni það, sjálfur hef ég aldrei lagt inn tillögu, sko, í mínu nafni, þess vegna komur á óvart að formaður mannréttindaráðs hefði gert það, en gott og vel, það hún bara gert það fyrir sig. Ég myndi aldrei hringja niður í framkvæmdaskrifstofu og biðja að verði sópað botnlanginn á mér eða lagfæra stéttin í mínu nafni, en já, það er bara svona hluti sem kannski maður gerir ekki, en ok, það eru einhverjir sem hafa verið að senda inn tillögur og já, ok, já, við förum aðeins yfir þetta betur eftir, en þetta var bara svona, ég mynda mér að við verðum að fara þetta eins og við gerum með svipað eins og við gerum þetta með mannréttindaskrifstofunni að styrk umsóknir, sko, að þær fá einhverja umsögn og aðra. Ég held að við verðum að fara að gera einhverja umsókn hér, sko. Herru, já, ég bý bara, ég er fendur. Gott í bili. Ok, takk.
Jæja, allir að tínast tilbaka? Þið þarna? Já. Ekki að hætta að deila skjánum. Við vitum að það er að hefjast mjög spennandi leikur. Við erum að fara að demba okkur í að loka uppfyllingunni og Það er spurningin hvort að þið hafið heyrt í einhverjum, hvort þetta hafi ekki gengið vel hjá ykkur sjálfum. Var þetta ekki bara auðvelt? Jú, algjörlega. Ég var svolítið rugluð bara þarna fyrst að ég þurfti að ýta eitthvað svona til að senda eitthvað inn, en Já, ég tengi alveg það. Ég fannst það líka eitthvað skrítið. maður er bara eitthvað svo vanur að ýta eitthvað svona, gera eitthvað og svo ýtir á takkan enter og þá er það farið. algjörlega. Þetta er svolítið svona svo like, þú bara ýtir á þetta og svo er það bara þarna. Já, einmitt. Kannski ein spurning, Hörður hérna. Já. Já, ok. Ef að fólk tekur þátt í og velur hugmyndir í þessu hverfi, getur það valið í fleiri hverfum? Já. Já. Þú ert með sko bara rafræn skilríki sem kemur í veg fyrir að fólk velja oftar en einu sinni í hverju hverfi en við höfum haft þetta opið af því við höfum ekki lent í neinu svona misjöfnu með þetta af því að við viljum leyfa fólki sem að vinnur í einu hverfi, býr í öðru hverfi, þú átt kannski, börn og leikskóli í öðru hverfi, fólk einhvern veginn dreifist hér og þar borgina og við höfum bara viljað leyfa þetta á meðan að það veldur einhverjum vandræðum þá við viljað hafa þetta svona. En verður eins í kosningunni í haust, verður þá hægt að kjósa, verður ekki bara hægt að kjósa í einu hverfi, hvernig verður það þá? Jú. Það var bara eitt hverfi, en þú getur ekki kosið í mörgum hverfum, en þú þarft ekki að velja í hverfinu sem þú býrð í. Já. Það er bara eins og hefur verið áður, er það ekki? Nákvæmlega. Jú, þannig hefur alltaf verið. Það er þá klukkan orðin 7. Þá er búið að loka fyrir uppstillingu. Þá þarf Eiríkur að gera eitthvað svona allt mögulegt. Þetta verður skemmtilegt. Og þá bara tromma ég hérna á meðan á tölvuna mína. Það er... Það er jafnt í sér. Þannig að reyna um. Það tekur ekki bara, án tölvuna. Það er búið það bara. Ég get delur svo bara. Það eru 21. Já, ok. Kom fyrir. Heyrðu, þá er komið að þessu. Það var æsi spennandi. Það verður að segjast. Og ég er að vista þetta Það voru víst 2 hugmyndir með jafn mörg stig í lokin, síðustu 2, þannig að þá leyfum við hinni að koma með og þá eru þær 21 sem að koma út úr þessu vali og verða þá þarlegandi 26 á kjörseðli hverfisins í haust. Þá er komið mér að deila. Ef einhver deilir bara skælur, þið getur bara kíkt á hugmyndirnar, sem sagt svona, svo fáið þetta í setjum á íventinu eftir og sjáu þetta svona. Þetta er hægilegt, ég ásaka þetta. Nei, þetta er eitthvað skrítið. Þetta ekki. Sjáu þetta hérna? Já.
efsta hugmyndin var viskað á Hallgrímskirkju, síðan útiaðstoða við gömlu spennistöðina, þriðja sæti Frakkland, ekki bara enn eitt rólóin, fjórða sæti Ærslabelgur, fimmta sæti útæfingarsvæði, sjötta sæti leiktæki fyrir börn á grænreitnum við Grettisgötu 30, sjöunda sæti betrumbæta almenningsgarðinn við Snorrabraut og Leifsgötu, áttunda sæti setja upp rólu fyrir alla aldurshópa, níunda sæti að laga gatnamót í gamla bænum, tíunda sæti skreytum hús með húsum, 11. sæti tröll og skessur, 12. sæti parkourvöllur, 13. Einarsgarður, 14. láta hönnun á torgum passa við veðurfar Íslands, 15. flygill í spennistöðina, 16. minnismerki fyrstu landnámskonuna, 17. hjólageisla í bílastæðahúsinu Bergsstöðum, 18. miðstræti hóði götulýsingu við hæfi, 19. einhyrningaþema á Freyjugötu-Róló, 20. í Losspóstur í miðborginni og 21. sérstaka ruslakassa /safnkassa. Þetta eru þær hugmyndir ásamt samþykktu 5 sem nú þegar komnar á kjörseðilinn sem verða á kjörseðlinum í haust. Já, þá þessum fundi lokið. Já, hvað segir, líst þú ekki vel þetta? Ég ekki spyrja. Já. Já. Ok, það verður gaman að fá bæði þessu 2 tölur, annars vegar tölurnar sem voru káramargir sem lækuðu, hugmyndir að þeim væri í vinnslu. Já. Og þarna efstra sem með minnir að hafi verið 128 eða eitthvað svoleiðis. Og hvað hlaut hún svo mörg þúsund atkvæði þá núna í dag? Já, algjörlega. Eða mörg hundruð eða marga tugi eða mörg atkvæði. Algjörlega. Ég bara hafa þetta samanburð, það skiptir ekki reyna miklu máli mitt upp á verkefnið að átta sig á hvernig þetta að takast til. Já, algjörlega. Við skulum útvega það og við sendum eitthvað. Nákvæmlega. Hvað voru margir sem fylgdust með fundinum á hann? Bættist í þá þess að 6 eða? Það voru upp í 15 sýndist mér á tímabili. Gott. En bara stokk á það. En hvað margir sem að velja efstu hugmyndum? Ég get opnað þetta smæði loka Excel-skjalinu. Sjáum við það. Já, þú Hvað voru margir sem kusu í heildina, sjáu þið það? Nei, við erum Ég náttúrulega fundið ekki út það bara upplýsingar, við erum bara eftir fundi. Já. Þeir eru ennþá í streymi, eða? Það liggur ekki á þessu. Segja útsetningunni lokið og við ætlum að kveðja bara þá sem eru að fylgjast með ef einhverjir eru. Nei, hóta ennþá með henni opna. En ég ætla að slökkva á henni núna. Já, ok, já. Við skulum safna sem upplýsingum fyrir ykkur varðandi þátttökuna og þess áttar bara á, ég get sent ykkur það. Já, var allt komið eða ekki? Það er frábært þetta.